Í þessari upptöku þá ætlum við að fara í gegnum svörin við spurningunum úr teikningum úr rafmagnstöflu í vélasal. Þetta er ljósavélatablan í vélasalnum í véltækniskólanum og við erum með teikningar af öllu kerfinu og við þurfum að átta okkur betur á þessum íhlutum. Hér erum við með spurningar. Við erum búin að fara í töfluna, hérna að teikna eitt tákn fyrir hverja gerð íhluta sem talin er upp í efnislista. Þetta erum við búin að fara í, en við erum eftir að fara betur í að svara þessum spurningum. Hér er sagt, teldu upp þá mæla sem er í töflunni fyrir hvort rafarann. Og það er á þessum teikningum 16.3, 16.4 og 16.5. Og þetta eru eftirfarandi mælar. Þetta eru spennumælir, viðnámsmælir, straummælir, afl og tíðni og raunaflsstuðul eða KSFI-mælir. Og þetta er alveg eins fyrir báða rafarana. Og í rauninni þá þurfum við að skoða þetta á þessum myndum hér. Og sjáum þetta hérna, já, fyrir rafal 1, þá sjáum við þessa mæla sem voru taldir upp hérna. Það er sem sagt spennumælir, það er viðnámsmælir, eða sem sagt útleiðslumælir og straummælir. Við erum með aflmæli hérna, kilowött hér. Og við erum með tíðnimæli, við erum með raunaflsstuðulsmæli eða KSFI-mæli. Og þetta er sem sagt eins fyrir rafal 1 og rafal 2. Og það er sem sagt, það er að telja upp mælana sem er í töflunni fyrir hvort rafalan. Þá erum við konum með það og síðan er spurt hérna hvaða hlutur eru merktir S7 og S8 á teikningunni. Hérna 16.3 og 16.5. Hvert er hlutverk þeirra? Þess að 16.3 er hérna niðri. Hérna er 16.5. Já, 16.3 er hér og við erum með hérna þessa hérna, S7 og S8 og ég ætla aðeins að opna hérna sjá það er þetta aðeins hérna til svo að ég hafi þetta hérna hjá mér. Já. Ok, ég færa hérna til. Það er eins og síðast þegar við fórum í þetta þá varst að gefa aðeins öðruvísi svör. Já. Það er eins og það sé ekki sama skjalið eða eitthvað. Þetta er ekki sama skjalið, það gerir ekki til því að við erum bara að fara, þar fór ég í fleira heldur en mælana. Já, en er ekki sömu svör í því skjali og þessu? Þú veist, ég er að tala síðast þegar þú varst að fylla inn í töfluna. Ég notaði bara þá upptöku til að hann fara við svörin. Ekki sömu svör í raun og veru. Þetta er í rauninni sömu svörin, já. Þannig að ég var búinn að fara yfir allavega fyrir hlutan, þannig að þú manst eftir því. Það er gott. Já, ég var bara að undra mig á því að þetta er svona skrifað aðeins öðruvísi upp í þessu skjali sem þú ert í núna. Já, já. En það getur vel verið að hérna, það er bara gott að fara betur í þetta, að hérna ef ég hef misjast yfir eitthvað í síðustu upptöku sem ég fór þá yfir þetta og spurning hvort ég hef klárað þetta, ég er ekki alveg viss um það.
En þá hafið þið allavega tvær mismunandi upptökur til þess að fara eftir til þess að það sé örugglega farið yfir allt efnið, skilurðu. En þetta á ekkert að rugla ykkur því að þið er verið að tala bara þessa mæla sem eru þarna á staðnum, hvað sem er. Og hérna erum við með mynd 16.3 til dæmis og við sjáum líka á þessari mynd spennumælina og viðnámsmælin, útleiðslumælin. Hann er í rauninni hérna lengst til hægri en hann er merktur með VAF. En spennusýningur, þetta er spennumælirinn raunverulegi og að réttu merktur sem sagt VAF því hann sýnir okkur spennu. Og straummælirinn hérna, en ég sýndi ykkur bara framhliðina á töflunni til þess að sæju hvernig þetta liti út. Og svo er tíðnimælirinn hérna. En já, ég sé ekki KOS-FI-mælinn hér. Nema hérna er búnaðurinn sem tengist KOS-FI-mælinum hérna. Hann er sýndur hérna og aflmælirinn, raunaflsmælirinn er hér. Og í þessari næstu spurningu 1.3, þar er talað um S7 og S8 og það var það sem ég var að fara í núna síðast og það er þessi hérna, ræsirofinn og stopprofinn fyrir aflrofan. Og S7 er til þess að setja hann inn og S8 er til þess að taka hann út. Og á myndinni þá sjáum við líka að við erum með endurskipun en hún kemur ekki fram í teikningunni. Þannig að það er ágætt að fara yfir það líka. Nú skoðum þá næstu spurningu 1.4 og við sjáum þá líka Býtum við, já, þetta er hérna. Sem sagt, hér er svarið við 1, já, þetta var 1.3, já, 1.3. Hvaða hlutur merktu S7 og S8? Þetta eru, sem sagt, þrýstirofar, S7 ræsir, þetta er náttúrulega, já, mótorinn, jú, auðvitað, sem að setur Q1 inn. Þetta er hérna, það er svona raðarmótor eða allstraumsmótor sem að er inn í töflunni, inn í hérna við aflrofan sem að keyrir Q1 inn og síðan S8 sem að já, gæti ræst eða bara hreinlega leyst hann út. Við vitum ekki hvort hann er að keyra hann tilbaka eða það getur verið. Þannig að hérna möguleiki að þetta sé rétt að S8 sé að keyra Q1 út. Það er hugsanlegt. En það er líka möguleiki að S8 hreinlega bara taki straumina undir spennuspólunni og þá fer aflrofinn í trippstöðu og þá þarf að ýta á endurskipunarhnappinn til þess að setja hann í 0. En þetta er mismunandi frágangur á mismunandi aflrofum. Þannig að það er alveg verið rétt hérna að mótorinn bara snerist í hina áttina hugsanlega að þá myndi hann keyra rafalarofan út. Það er alveg hugsanlegt. Þannig að í 1.4 tökum það, þar eru merktir sem sagt varnarbúnaðurinn F1 og F21 á myndunum og við skulum fara aðeins yfir hlutverk þessa varnarbúnaðar. Er textin nógu stór hérna hjá mér? Já, ok, þetta sleppa, þið sjáu þennan texta. Sem sagt, þetta er rafeindabúnaður sem að leysir út rafalana ef straumur frá þeim verður of mikill eða ef þeir fá bakafl. Og skammhlaupsvörnin er sambyggð
rafalarofanum. En þessi skammhlaupsvörn, hún kemur samt fram hún kemur fram í einlínumyndinni en ekki í fjölllínumyndinni. Sem sagt, í mynd 16.3 sem hérna, þetta nú við, þetta 16.3, þar kemur ekki fram beinlínis tákn fyrir skammhlaupsvörnina. En skammhlaupsvörnin fyrir rafalarofann kemur fram hérna í einlínumyndinni. Þið sjáu það hérna á þessu. Að hér er við með snögga útleysningu, það er þessi píla hérna, merkt á þessari snertu. Þetta er einlínumynd, þetta táknar raunni, þetta eru 3 leiðarar hérna, það stendur hérna 3 sinnum 50 kvadrat, sem að kapallinn er frá hérna, það eru 3 fasar. En þannig að þarna kemur fram skammhlaupsvörnin á rafalarofanum fyrir rafala 1 og fyrir rafala 2, að þá er þetta hérna, þessi píla hérna út, er skammhlaupsvörnin fyrir rafala 2. Það er að gera að þið áttu ykkur á því að þetta þýðir snögg útleysing, þessi ör hérna út. En yfir álagsvörn á þessu álagi hérna, það er þessi lína hérna ofan sem að kemur svona smá kassi hérna út, teiknaður svona kassi út úr. Þetta er yfirálagsvörn. Og við þurfum að fara í gegnum svona táknasafn til þess að átta okkur á öllum þessum mismunandi táknum svo að þið lærið þau. Ok, en þá förum við aftur í þá næstu spurningu, eða hérna klárum að svara þessari spurningu. 1.4. Þetta er varnarbúnaður rafala, þetta er rafeindabúnaður sem leysir rafalana út ef straumur frá þeim verður of mikill eða þeir fá bakafl. Skammhlaupsvörnin er sambyggð rafalarofanum, þó hún kom ekki fram á fjölllínumyndinni en hún kemur fram á einlínumyndinni. Ok. Og síðan kemur hérna spurning 1.5. Hvaða hlutur eru merktir H1, H2, H3 og H4 á teikningu 16.3 og hvert er hlutverk? Og nú þurfum við að skoða það líka gagnvart þessu hérna, því að hér er H1, H2, H3 og H4. Og hér gætum við svara þessu með því að segja, hvað er þetta ofar, að við sjáum þetta samtímis hérna, að H1, það var öfugt í teikningunni, að þar í teikningunni þá segir að H1 sé fyrir það að Q1 rafalarófin sé komin inn og að rafal 1 sé komin inn á safnteinana. En þetta er hérna eins og við sjáið merkt í vélasalnum á annan veg. Þetta er ljós fyrir úti, þetta er bara kannski spurningum hvernig þeir hafa raðað þessu upp í töflunni endanlega. Svo að það sem að smíðaði töfluna eða hannaði þetta og merkt hana að þetta fór ekki alveg nákvæmlega eins upp hérna í raunverulega framan á töflunni. Og þannig að það í rauninni skiptir ekki öllu máli hvort samkvæmt teikningunni þá er þetta rétt svar. En þetta er ekki rétt svar samkvæmt raunveruleikanum hérna framan á töflunni. Hér segir til dæmis, við skulum skoða hérna H3 gefur til kynna að varnarbúnaður F1 hafi virkað sem sagt bakafl. Jú, það er rétt, H3, það passar, það er bakafl.
og H4 að hann segir ef það hefur orðið yfirstraumsverðnið eða yfir álagið hefur slegið rofanum út. Þá kemur H4 inn. Það er rétt. H3 og H4 er rétt samkvæmt raunveruleikanum en H1 og H2 er ekki alveg víxlað samkvæmt raunveruleikanum. En við sjáum hérna að H1 er þá normally open snerta og H2 er normally closed snerta. Skoðum það hérna. H1 er normally open snerta og H2 er normally closed snerta. Þannig að það passar. Þannig að samkvæmt þessari tengimynd þá er það raunin að H1 segir að rafalrofinn sé inni og H2 segir að rafalrofinn sé úti. Þannig að það er öfugt með við framhliðin á töflunni. Það er fyrir ykkur líka gott að bera saman svona hluti og átta okkur á því. Er þetta raunverulega rétt og finna svona villur í teikningum eða villur í framkvæmd á töflum. Þá erum við sem sagt búin með 1.5, þá erum við komin með spurningu 1.6. Hvaða hlutur er merktur R1 á teikningu 16.5 og hvert er hlutverk? Og þá skulum við athuga það, þess að 16.5 er hérna. Maður finna hérna hlut sem merktur R1 og það er þessi hér. Þetta er R1 og þetta er stilliviðnám og við skulum sjá hann hérna í mynd. Það er þessi hér. Við sjáum hérna er R1 og þetta er stilling fyrir spennuna. Þetta er stilliviðnám sem hefur áhrif á framleidda spennu og stærð framleiddrar spennu. Og sambarlegt viðnám R2 er fyrir rafala 2. Ok, þá ætlum ég að sýna ykkur svarið eftir hérna. R1 er stilliviðnám sem getur haft áhrif á stærð framleiddrar spennu og virkar inn á spennustilli viðkomandi rafala. Það er sem rafala 1. En sambarlegt viðnám R2 er fyrir rafala 2. Ok, síðan í 1.7, hvaða hlutur er merktur S11 á teikningu 16.3? S11 og hann er bæði á 16.3 og 16.5. Við skulum líta á það. Hérna er 16.5, það er S11. S11, það er hérna. Og þetta er í rauninni líka stillimótstaða. Það segir hérna að þetta sé snari fyrir gangur á rafala 1. Það getur verið að það hefur verið skipt þennan snara og það í þessari teikningu hérna er hins vegar snari, það er fyrir annan rafala. Þetta er hraðastillir fyrir aðra ljósavél sem er í litla vélasalnum. En þannig að það gæti hafa ruglast varðandi þetta svar hérna. Þetta hérna er S11, þetta er hraðabreytir, þetta er líka stilliviðnám. Þannig að ég ætla að leiðrétta það aðeins hérna. Að þetta hérna er stillimótstaða fyrir gangráð rafala 1.
Já, þetta S11 stillimótstaða fyrir gangráð afvélar rafal 1. Eykur eða minnkar hraða afvélarinnar og þar með tíðni rafalans ef rafalinn til dæmis 1 á netinu. Og eftir samfösun og eftir að álag hefur verið sett á, þá bætir S11 við aflið sem rafal 1 framleiðir inn á kerfið eða dregur út í. Þannig að þetta hefur áhrif á gangráðin og ef það er búið að fasa saman við aðra vél eða annan rafala. Hér segir S11 kemur ekki fram á teikningu S16.3. Skulum sjá. Það er líklega 16.3 já, 16.3. Þessi S11 hann kemur ekki fram á þessari mynd vegna þess að þetta er fyrir rafkerfi dísilvélarinnar en ekki rafkerfi þessarar rafmagnstöflu í sjálfu sér. Það er ástæðan fyrir því. Og þannig að í spurningunni þá mætti kannski setja sviga utan 16.3 því að það kemur ekki fram þar. Og við getum merkt þetta svona af því að þetta er í rauninni bara 16.5 sem að S11 kemur fram. Ok, hvaða hlutur merktur síðan S13 á teikningu 16.3? Skoðum það aðeins. Hérna. Og það er þá S13. Hvar er hann? Ég finna nú reyndar ekki hérna í fljótu bragði, en það var spurt líka 16.5. 16.5, hann er bara hérna líklega, eins og með hitt. Það er hérna undir samfösunartöflunni. Þetta, nei, byrjum við S13. Sjá. Hér er eitthvað, já, það er hérna, S13. Sambærilegur hérna fyrir rafala 2 er S14. Þetta er sem sagt, þetta er rofinn til þess að endurskipa rafalarofan, sem sagt endurskipun á rafalarofanum ef að hann hefur farið í, ef að hefur orðið yfirálag eða bakkafl eða sem sagt hann er í trippstöðu, S13 sem sagt. Það er endurskipunarhnappur og hann kemur bara fram á þessari mynd 16.5. Ok, þá er því svarað hérna. Hérna er 8. Þannig að þetta hér á ekki við rauninni. Svona. Og hér er sagt sem sagt að rofinn er til að endurskipa rafalavörninni ef að hún leysir út vegna yfirráðs. Þetta er rauninni endurskipa rafalavörninni. Þetta er kannski, hann hefur áhrif beint inn á rafalarofan. Þannig að það mætti laga þetta, endurskipa afrofa rafalans. Það setur hann í rauninni í núllstöðu.
ef vörnin, ef rafala vörnin leysir út vegna yfirrálags eða bakafls. Og þetta kemur fram bara á teikningu 16.5. Og þá næsta spurning, 1.9. Hvaða hlutur merktur T1 á teikningu 16.3 og hvert hlutverk hans? Og það akkúrat það sem við vorum að vinna í áðan. Sem sagt, T1 þetta hérna, T1 straumspennirinn fyrir rafala 1. Og sambærilegur straumspennir líka fyrir rafala 2 og líka fyrir landtenginguna. Og þá sjáum við hérna hér sjáum við hann ekki. Þetta ekki straumspennir, þetta spennuspennir. Þetta með tveimur aðskildum vöfum. Þetta landtengingispennirinn. Þetta kallað líka einangrunarspennir, þessi hérna. Og reyndar líka, það tvö aðskilin vöfi í þessum spenni líka, en þó fer oftast bara kapallinn hérna í gegnum gatið hérna á straumspennunum og svo bara eftirvaf á straumspennunum sem sýnt hérna inn á. Svo að hérna straumurinn fer hérna í gegnum með kaplinum, eftir kaplinum í gegnum straumspennin og eftirvafið, það spanast upp straumur í eftirvafinu sem skynjar straum frá rafalanum. Og þetta ákveðið hlutfall eins og við fórum í áðan. Og hérna sem sagt fyrir rafala 2, straumspennarnir, þeir náttúrulega 3, einn fyrir hvern fasa. Og fyrir landtengibúnaðinn, það líka straumspennir hér. Og þá held ég að það sé upptalið hvar straumspennar staðsettir. Þetta var 1.9 og í 1.10 sem sagt aðeins útskýring hérna. T1 straumspennir með eða mælaspennir. Hann gefur 0 til 5 ampere í eftirvafi þegar að málstraumurinn fer forvafi, sem sagt, þegar að til dæmis 75 ampere fer í forvafi, þá 5 ampere í eftirvafi. Þá alveg komið upp í 5 ampere. Þegar hámarksstraumurinn í forvafi, annað 75 á móti 5 eða 300 ampere á móti 5 ampere í eftirvafi, það var við rafala 2 hérna, þá þetta ákveðið hlutfall sem að við fáum inn á mælakerfið hjá okkur, bæði fyrir varnabúnaðinn og fyrir aflmælinn og straummælinn, til þess að við séum ekki með allt og mikinn straum í mælakerfinu hjá okkur, mælabúnaðinum. Þá þessi straumspennar notaðir til að minnka strauminn niður fyrir mælana. Og það segir hérna, straumspennirinn til þess að ekki þurfi að taka allan strauminn frá rafalanum í gegnum mæla og viðvörunarbúnar. Og til dæmis í rafala 2, það sem sagt 300 á móti 5 amperum. Þá straumspennar fyrir rafala 2. Q2 fyrir Q2. 3 spennar. Þannig að
Þetta fyrir framan aflrófan Q2 fyrir rafala 2. Þannig að þetta allt í lagi. Og síðan kemur 1.10. Hvaða hlutur merktur M á teikningu 16.3 og hvert hlutverk þessa? Þetta náttúrulega M-ið stendur fyrir mótor og mótor fyrir rafala rofa Q1 af því að aflrofinn Q1 mótordrifinn og síðan S7 og S8 stjórnunum, segir hér. Og þá sjáum við mótorinn, hann hérna merktur M í hring og þá S og 7 og S8 virka inn á hann. Það fullyrt hér. Það möguleiki, ég þarf að prófa þetta, ég þarf að skoða þetta, hvort að þessi hérna S8 virkar inn á undirspennusspóluna eða hvort þetta virkar líka inn á mótorinn. Það getur verið, hvort sem Þetta mismunandi milli aflrófa. Ok. Þannig að þá erum við með næstu spurningu hérna. Það þá 1.11. Við erum að telja upp þá mæla og búnað sem til samfessunar á teikningu 16.5 og 16.6 og útskýra hlutverk hvers og eins. Og þetta samfessunarbúnaðurinn. Og við getum fengið líka hérna fyrst aðeins myndina af þessu. Hérna hefur við samfessunarbúnaðinn. Við erum spennumæli. Við erum með tvöfaldan tíðnimæli hérna. Tvöfaldi spennumælinn, hann mælir spennu á safnteinum og spennu á þeim rafala sem valinn inn með snara S15, það innkomandi rafali. Og þannig að það þá valið hérna, eins og við sjáum það valið núna bæðin á ljósin og mælana rafali 1. Það hérna, snerillinn til vinstri á báðum rófum og þetta kallað í rauninni snari S15. Og síðan tvöfaldur tíðnimælir, hann hérna efst uppi. Tvöfaldur spennumælirinn, hann var hérna aðeins fyrir neðan tíðnimælinn. Og síðan, og hann mælir náttúrulega, tíðnimælinn mælir tíðnina á safnteinunum og rafalanum sem að koma inn. Og samfessunarvísirinn, hann ekki merktur inn á hann ekki merktur, en hann ætti að fá merkinguna H22. Það rauninni þessi vísir hérna, sem framan á töflunni, en við sjáum samfessunar augnablikkið með þessu mæli hérna og þá skulum við líta á sjálfa teikninguna að þessu. Það þessi teikning hér. Að hérna tvöfaldi spennumælirinn, tvöfaldi tíðnimælirinn og samfessunarsjáin, þess að sjáum augnablikkið þegar við megum fasa saman. Og hérna S15 sem að stillir inn á innkomandi rafala. Þeir eru reyndar 2 vígstrófarnir í raunveruleikanum í töflunni því að þeir eru annars vegar fyrir mælana og hins vegar fyrir ljósin. Til þess að tengja inn á annars vegar mælana og tengja inn á ljósin hins vegar. Og þá getum við valið hvort við stillum þetta inn frá rafala 1 eða frá rafala 2. Og svo náttúrulega eftir að telja upp þessi samfessunarljósin og hérna þau eru tengd í ljósdimmri tengingu
Þannig að við sjáum svona hringhreyfingu á þeim. Og hér erum við með, já, hann ekki merktur með þessu númeri. Sem sagt, hann segir hérna í textanum að hann mætti fá merkinguna H22, en H yfirleitt stendur fyrir gaumljós, sko. Þannig að það er spurning hvort að það sé hérna svona rétt samkvæmt staðli að merkja hann svona með H22. En síðan sjáum við hérna H9 til H11 að þetta eru samfélagsmiðljósin og við sjáum á þeim hvenær við förum að nálgast rétta augnablikið. Og síðan talað bara S15 sem að skiptir á innkomandi, það sem að hægt að velja innkomandi rafala sem fasa inn á safntennuna. Svo að þá skulum við líta á spurninguna og hér þetta sem sagt hérna og þá hérna þessi ljós og ljósin eru tengd samfélagsmiðlaljós tengd í ljósdimatengingu og með þeim sjáum við þegar að samfélagsmiðlaaugnablikið fer að nálgast. Og svo að lokum talið upp hérna samfélagsmiðlasnarinn S15, hann skiptir á þann rafala sem að fasa á inn á safntennuna. Akkúrat. Þannig að þá erum við bæði búin að skoða þetta á mynd hérna á framhliðinni, samfélagsmiðlaljósin líta á svona út hérna og vonandi komumst í það að og þessi S15 tvöfaldur hérna tíðnimælirinn, tvöfaldi tíðnimælirinn, tvöfaldi spennumælirinn og til þess að sjá augnablikið fyrir samfélagsmiðluna. Ok, ljómandi, þá höldum við hérna áfram. Hér spurt hvert hlutverk rofans S14 á 16.5 og 16.6. Og þetta þá sambærilegt við S13. Það S14 þá fyrir rafala 2, sem sagt endurskipunin fyrir rafala rofa Q2. Þetta sjáum við S14. Þetta endurskipun og það spurning hvort það hefur búið að skrifa það hérna. Já, endurskipun. Og sambærilegur endurskipunarhnappur og hérna númeraður S13. En þessi fyrir rafala. Ok, og í 1.13 þá telja upp þá hluti sem að tilheyra landtengibúnaðinum í teikningunni, 16.5, 16.6 og 16.7. Og hér þetta talið upp að Q31, þetta fasavíxlari, það hægt að víxla fösum með honum, Q31. Q3, hann setur landramagnið inn
á safnteina og T3 það straumspennir til þess að mæla strauminn frá landi og S17 snari til að við getum komist af með 1 mæli til að sjá strauminn á öllum fössum og við köllum hann þá straumsnara. Við getum sagt þetta bara sem straumsnari hérna og S16 sambarilegt fyrir spennuna, spennusnari. Og síðan fasaraðar sjá H23 og við sjáum með þessu hvort að fasaröðin rétt sem að kemur frá landi, frá landtengingunni og ef að mótorinn snýst öfugt þá víxlum við fösum með Q31. Og U minna N undirspennusspóla í Q3 og forsenda þess að hún fái spennu og að Q3 geti farið inn að Q1 og Q2 sé úti og ekki sé þrýsta rofan S31 býtum við. Já, ég þarf aðeins að tjekka á hvort að S31 var þarna. Jú, hafa merktur S31. Það má ekki þrýsta á S31, það passar. Þannig að allir þessi rofar verða að vera úti, báðir rafalárófarnir og þessi sem það verður að tengja hérna. Allir það verður að tengja. Og þá fær undirspennusspólan í Q3 spennu svo að þá hægt að setja inn landtenginguna. Ef öll önnur skilir rétt. Og H12 sýnir að landtengingin úti og H13 sýnir að landtengingin inni. Spennusnarinn S16 og straumsnarinn S17 og fasavíxlarinn Q31 og aprófinn Q3 og við skulum athuga hérna 13 aftur hérna, það meira þar. Og þetta var rétt að það má ekki koma við rofan S31. Það svona stopprófið sem að tekur strauminn af undirspennusspólunni. Þetta alveg rétt hérna. Og síðan hliðtengt spóla við undirspennusspóluna úr sögurofa og snerturnar þeim rofa í rásinni fyrir framan Q1 og Q2 til þess að útiloka að þeir komist inn. Að útiloka til þess að það sé ekki hægt að setja rafalarofana eða þessa rofa inn ef landtengingin í gangi eða ef að landið tengt. Og H20 og H21, sjá, einhver skoða þetta hérna. Við sjáum ekki á þessum hérna myndum hvaða númer eru á þessum. Það spurning hvort ég með skýrari myndir hérna af þessu. Það sjá hvort ég hef hérna skýrari mynd af. Já, byrjum við. Það komum út að enda hér. Þessum gömljósum hérna.
Já, hér er merkt sem sagt H20 og H21 á hvort að landið er úti eða inni. Sem sagt, hérna eru mælarnir fyrir landtenginguna og hérna er hvort að fasaröðin er rétt eða ekki. S17 er straumsnarinn og S16 er spennusnarinn og þá erum við hérna með, skulum skoða teikninguna, hvort að H20 og H21 er merktir þar. Og það er þá á mynd 16, sjá hvað var, það er hérna, já, þannig að þessi hérna merking er ekki rétt. Þetta á að vera H20 og H21, samkvæmt þessu hérna. Sjá, á landinu, á landtengingunni hérna, þá er þetta merkt hérna H20 og H21. Þá hefur þetta verið, kannski þessi númer verið notuð í eitthvað annað, hérna H12 og 13 eins og á teikningunni, eða upplýsingarnar af teikningunni hafa ekki skilað sér hérna inn á töfluna. Þannig að þarna sjáum við mismun á teikningu og merkingu framan á búnaði. Ok, þannig að þess vegna segir hérna í textanum, já, hérna var, og það náttúrulega kemur hérna fram, já, hérna segir H12 og 13, þannig að það ætti að vera H20 og 21, eins og er raunverulega á staðnum. Og það er náttúrulega ekkert meira merkt hér. Skoðum hérna svarið hér. Að, já, hérna segir sem sagt H20 og 21, það er í vélasalnum, en á teikningunni sem sagt H12 og 13, það er sýnt á hérna inn í teikningunni H12 og 13. Þannig að það er misræmi í þessum merkingum, en þetta eru sömu ljósin. Og þetta sýnir okkur hvort að landtengingin sé inni eða ekki. Og síðan er bara sambarilegt hér á teikningu 16.6. Það er sambarilegt við spurningu 13. Tvær lokaðar snertur, merktar Q1 og Q2. Í hvaða rofum eru þær og hvert er hlutverk þeirra? Að þá er rauninni verið að vísa í það að Q1 og Q2, það er snertur úr Q1 og Q2 og þær séu úti, þannig að það segjum hérna eru frá afrofum rafalanna og hlutverk þeirra er að koma í veg fyrir að landtengingin tengist inn á safnteina
með rafala þyngdan. Rafala 1 eða 2 tengdan inn á safnteina. Og síðan í landtengingabúnaðinum 2 hliðtengdir rofar Q31, hvert hlutverk þeirra, og þá segjum við að þetta er þetta svar hérna. Ísla fösum ef fasaröðin er röng frá landi. Okay. Og síðan hérna að hvað gefur gaumljósið H13 til kynna þegar að það lýsir, og þá var þetta H21 að þá sýnir það, við getum séð það hérna þá, H21, já, byrjum við, nei, það var ekki hérna, sjá, byrjum við, það er betra hér, H21, það er að landtengingin sé inni. Ok. Sýnir að land sé tengt inn á safnteina. Vitið þið hvað þessi safnteinar eru kallaðir á ensku? Safnteinar á ensku er kallaðir bus. Bus á ensku. Ok, hvert er hlutverk spólana sem merktar minna en á teikningu 16.6 og hvar eru þær staðsettar í búnaðinum? Og þannig að þetta er náttúrulega undirspennuspólar. Þetta er undirspennuspóla í afróa fyrir landtenginguna, Q3, og hún er staðsett í honum. Og þá sjáum við hérna hvar við finnum þessa minna en á teikningu 16.6. Aðeins að líta á það. Þetta er 16.6. og minna en, það er þessi undirspennuspóla hér og sem er staðsett í afróðanum Q3. Það er málið og þá skoðum við aftur þetta hérna. Og þá höfum við hérna í 18. Hvers konar varnarbúnaður er staðsettur í afróðunum númer Q4 til Q11 á, ef við skoðum hérna mynd 16.7. Hvaða varnarbúnaður er notaður þar? Q16.7, hvað er það? Hérna er 16.7. Þetta er sem sagt frá Q4 til Q11. Þetta er skammhlaupsvörn og yfirálagsvörn sem er innbyggð sem sagt í þessum afróðum hérna. Þeir eru bara handvirkir. Þá svörum við því að þetta er skammhlaupsvörn og yfirálagsvörn.
og það hérna. Það semst yfirstraumsvörn og skammhlaupsvörn. Og hvað þýðir merkingin tvisvar sinnum þrisvar innan sviga þrisvar sinnum tíkvarað? Það staðsettir línunni frá afrófanum Q10 á teikningu 16.7. 16.7 Q10. Þetta sem sagt tvöfald sem sagt, það eru 2 leiðarar í hverjum fasa og þetta er 3 fasa tvíkvarat. Þannig að þetta er tvöföld, það er sem sagt 2 leiðslur í hverjum fasa hérna. Og þá skoðum við aðeins hvernig svarið er hérna. Það eru 2 kaplar liggja frá töflu og út í viðkomandi álag. Það eru hitaelement. Og hvor kapall er með 3 víra sem að hafa þverflatamálið tíkvarat. Þannig að þetta eru 2 kaplar. Og það er hérna, það eru 3 leiðarar í kaplinum og þverflatamálið á hverjum er tíkvarat eða 10 mm rauðarveldi. Síðan hérna í 1.20, hvaða tilgang hefur strikalínukassin á teikningu 16.7? Þetta afmarkar töfluna og rofabúnaðurinn er í töflunni en álagið og rafalarnir eru fyrir utan. Sjá hérna í 16.7 hérna, þá sjáum við hérna strikalínu hérna, kassan hér. Allt sem er innan strikalínuna hérna, það er í töflunni. Það er landtengispennurinn í töflunni, víxlrofinn, landtengirofinn, allir rafalarofarnir og varnarbúnaðurinn allt saman innan töflunar, en fyrir utan töfluna eru rafalarnir sjálfir, kapallinn, klóinn og álagið. Sem sagt hitaelementin hérna öll eru einhvers staðar fyrir utan töfluna. Það er strikalínan hérna sem að sýnir hvað er innan töflunar og hvað er utan hennar. Ok, og þá er það næsta. Að hér er sem sagt þá erum komin hingað. 1.21. Hvers vegna er undirspennuspóla staðsett í afrofa fyrir álagið á teikningu 16.8 og í 16.8 þá er sýnt sem sagt þetta er 16.8 og hérna er sem sagt undirspennuspóla í öllum þessum aflrófum fyrir álagið og það er til þess ef að spennan fer af að þá detta rofarnir út svo að það sé ekki álag tengt inn á safntenna þegar við erum að reyna að koma rafalunum inn aftur. Það þarf að setja aftur inn þegar við tengjum rafalana aftur inn á safntenna en á netið. Þannig að það er ástæðan. Sem sagt. Að til þess að álagið á rafalana detti út leið og þeir, ef að spennan fer af til dæmis, ef að þeir eru aftengdir frá netinu, frá safntennum, að sem sagt að sé að álagið sé örugglega ótengt þegar að við förum að setja rafalana inn á safntennina. Þegar við förum að ræsa upp vélarnar og setja það inn á netið eða setja það inn á safntennina.
Og síðan að hitaliðin í álaginu virkar líka á undirspennspóluna, þannig að ef að hitnar of mikið í einhverjum kút þar sem elementin eru staðsett í, að þá leysir út undirspennspólan og viðkomandi rofi hættir að gefa samband inn á álagið og þá hættir að hitna í viðkomandi kút. Og síðan spurt hérna hvaða hlutverk gegnir rafleiðin K31 á teikningu 6.3 og 6.16, 16.3 og 16.6. Það hérna K31, þetta er hjálparleiðin sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að setja álag á þegar að landtengingin er inni og líka kemur veg fyrir að það sé hægt að setja rafalrofana Q1 og Q2 inn. Þá skoðum við það hérna á myndunum að í 16.3 hérna þá erum við með snertu úr K31 hér og ef að landið í sambandi þá rífur hann hérna þannig að Q1 kemst ekki inn og sambarilegt á Q2. Það hérna er K31 líka, það rífur hérna þannig að Q2 kemst ekki inn og hérna er spólan fyrir þetta K31 og við álagið þá er snerta úr honum hérna sem að tekur út alla spennuna á undirspennusspólunum þannig að við getum ekki sett inn álag ef að landtengingin er í sambandi. Og ekki heldur hérna, K31 er líka hérna, rífur hérna og það kemur engin spenna hérna á undirspennusspóluna, þannig að ekki hægt að setja inn álag. Og þá var þetta síðasta spurningin hérna sem ég er búin að fara aftur yfir og vona að þið hafið haft gagn af þessu og áttað ykkur betur á þessu bæði táknum og hvernig við leitum í teikningum og tengjum saman það sem verður að tala í textanum við teikningarnar. Nú, það sem við eigum eftir að skoða í þessum rafteikningum, það eru fleiri tákn sem að þið eftir að þurfa að og svo förum við þá í næsta tíma í rafkerfi kynabáts. En ég ætla að loka upptökunni núna. Stop recording.